Ég heiti Sigga og ég elska ævintýri. Það eitthvað við það að vera úti í ósnortinni náttúru, fá góða hreyfingu og anda með fersku lofti sem ég bara elska. Skulum ímynda okkur að við séum stödd fyrir norðan í Eyjafirðinum á fallegu sumarkvöldi þar sem við róum saman út í kvöldsólina. Við heyrum fuglasöng, sjáum kannski hvali, synda í fjarlægð, hlustum á sjávarniðinn, leggjumst kannski niður og gerum léttar jógaæfingar á svona brettum. Þetta er það sem ég ætla að bjóða upp á með fyrirtækinu mínu, Venture North. Ég er tómstunda og félagsmálafræðingur og hefur verið að starfa við leiðsögn síðustu ár. Tekið fólk í alls konar ævintýri, allt frá hellaferðum í hjólaferðir, gönguferðir, sérhæfði mig í jöklaferðum, þar sem ég tók fólk bæði í ísklifur og jöklagöngur. Þar fylgdist ég með jöklunum bráðna dag frá degi ofan í sístækkandi jökullónin og það var þá sem ég byrjaði að róa og leiðsegja kajakferðir, en núna er fókusinn á róðrabrettum. Af hverju róðrabretti? Ég kynntist þessu af algjöru tilviljun þegar ég var stödd í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum síðan. Ég var að setja heimsmynda mótorhjóli í sumarfríinu mínu og ætlaði að halda upp á þennan árangur þegar ég náði metinu með því að fara á austurströnd Bandaríkjanna og læra að surfa. Það var svona eitthvað sem ég hélt að væri geggjað. En þegar ég mætti þangað, það voru engar öldur. Og ég fékk upp í hendurnar þetta litrika og stóra róðrabretti og ég hefði aldrei séð þetta áður. Þar lærði ég undirstöðuatriðin og ég kolféll fyrir þessu sporti. Ég sneri aftur heim og fékk með mitt bretti, hélt áfram að leiðsegja eins og áður, en notaði lausa stundir í að fara ein út á brettið mitt, kúpla mig út og bara tengjast náttúrunni. Þetta voru svona mínar stundir, minn súkkulaðimóli. Það eru svo mikil viðbrigði í mínu lífi fyrir ári síðan þegar ég lendi í alvarlegu umferðarslysi. Fótunum var gjörsamlega kippt undan mér og þetta var ekki partur á planinu. Ég var að skipuleggja annað heimsmet, var að vinna eins og vitleysingur og hafði engan tíma til þess að vera með lögheimili á Landspítalanum. En það kom fyrir og við tók mjög langt og strangt endurhæfingarferli. Ég komst að því, bara fyrir algjör og tilviljun, að róðrabretti var sú hreyfing sem kom mér aftur á lappir. Á róðrabretti æfirðu styrk og samhæfingu, þú æfir jafnvægi og þarft að nota allan skrokkinn til þess að koma þér áfram. Þetta var svo hreyfing sem ég til að sé ástæðan fyrir því að ég kemst í handalöp í dag. Og þetta er það sem ég langar að kynna fyrir fólki á Norðurlandi. Norðurland er í mikilli uppbyggingu núna og ég er á norðan og loksins núna að fara að flytja aftur heim. Það eru mikil uppbygging, eins og ég segi, og auknar samgöngur. Nú er komið Vaðlaheiðargöng, það er komið bein flug til Akureyrar frá Hollandi og Bretlandi. Það er mikil aukning komið skemmtiferðaskipa, svo ekki sé tala um innlenda ferðamannin sem kemur til Akureyrar. Ég ætla að bjóða upp á þessar róðrabrettaferðir og er að fara af stað núna í sumar. Auðvitað er alls konar afþreying í boði fyrir norðan. Þú getur farið frá Akureyri og yfir í Skagafjörð í rafting. Það eru hvalaskoðunarfyrirtæki á hverju strái. Það eru kajak í Grenivík og Siglufirði. Svo náttúrulega fjallið og sundlaugin, kaffihús og ýmislegt. En innan bæjar á Akureyri sá ég þetta smá gat á markaði og þar langar mig að vera, bjóða upp á 2 tíma róðraferðir núna í sumar. Þar sem þið getið komið til mín í litlum hópum, þar sem hámarkið er 8 manns, þannig að þetta verður mjög lítið og krúttlegt. Og við róum saman og ég mun kenna undirstöðuatriðin. Ég er að fara til Hollands núna í apríl að ljúka kennaranámi á þessu róðrabretti. Þar sem ég verð með jóga og bara líkamsrækt. Þetta er fyrir alla. Og ég þekki að bæði að vera í toppformi og skemmta mér á þessu og líka að vera í henglum og skemmta mér á þessu. Þannig að þetta er eitthvað sem hendar öllum og ég vil líka leggja áherslu á hópa sem koma í sérferðir og ég með minn fjölbreytta bakgrunn
hlakka til að skipuleggja ólíkar ferðir fyrir hópa með ólíkar þarfir, hvort sem það starfsmannahópar, vinahópar, gæsuneðastekkinn eða bara saumaklúbburinn í slökun. Og þetta það sem ég ætla að bjóða upp á og ég ótrúlega spennt. Ég nýbúin að stofna þetta fyrirtæki, komið með ferðaskrifstofuleyfi og allt saman að detta í hús, brettin á leiðinni frá Hollandi. Þannig að ég bara hlakka til að deila þessu með ykkur og ég vona að þið viljið koma með mér í þetta ferðalag. Ég að leita samstarfsaðilum, ég að leita endursöluaðilum, fyrst og fremst viðskiptavinum. Þannig að ég vonast til að sjá ykkur fyrir norðan. Takk fyrir mig.